sýnt eigum við að sýna. En enn og eftir þakka ykkur fyrir að vilja taka þetta mál á dagskrá, því ég held að þótt þetta sé pínulítið sem við getum gert, þá held ég að skipti máli og ef allir geta lagt eitthvað smá á mörkum þá til að lina þjáningu þess fólk, þá er það vel þess virði. Nanný, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég tek heils hugar undir þessa ályktun frá sveitarfélaginu. Ég vil líka minna okkur og alla á að það er ekki einstaka íbúar í Rússlandi sem eru í stríði og það er ekki íbúar af rússneskum ættum sem búa á Íslandi sem eru í stríði. Þannig að við skulum bara passa okkur líka að halda vel utan okkar fólk, hvort sem það heim í Ísafjarðarbæ eða Vestfjörðum eða Íslandi. Takk. Já, orðið er laust. Það er ekki hversi hljóð, svo leggja þetta undir samþykkt bæjarstjórnar, þess að samanlega þessar ályktun í samskipti merki. Það er samþykkt 9-0. Annar mál á dagskrá, nefndamenn Íþrótta- og tómstundanefndar 2018-2022 til að frá bæjarfulltrúa Ýlistans að Birta Dögg Álfhildardóttir verði kosin varamaður í Ýlista Íþrótta- og tómstundanefndar í stað Svölu Sigríðar Jónsdóttur. Orðið er laust. Það er ekki hversi hljóð, svo leggja undir samþykki bæjarstjórnar sem er samanlega sem samskipti merki. Samþykkt 9-0. Þriðja mál dagskrá, aldrei fór í suður, ýmis málefni hátíðarinnar. Það er tillaga úr fundi bæjarráðs nr. 1189 sem fór frá 28. febrúar bæjarstjórn samþykki stuðsamning Ísafjarðarbæjar við aldrei fór í suður fyrir árin 2022 til 2024. Það er laust og Birgir hefur beðið orðið. Svo er Birgir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara til þess að fylgja þessu máli hans eftir að þá fyrir samningur var raunin út, hann var gerður til 30 ára á sínum tíma. Þannig að hér er verið að leggja fram samning til næstu 30 ára eða næstu 3 hátíðir og hann er raunin bara eins uppsettur eins og fyrir samningur. Sömu upphæðir og sömu skyldur aðilum. Þannig að og áfram þetta varúðar ákvæði varandi það að ef kemur til halla á hátíðinu sem hefur reyndar ekki komið til fram að þessu, þannig að ég á ekki vonað því að þurfa að nýta það. En auðvitað er þetta bara frábær viðburður í okkar bæjarfélagi og svona höfða til fólks á öllu landinu, þannig að ég held að sé frábært að geta gert þetta með þessum hætti og bakka upp þessu öfluga aðila sem að þessu standa. Já, orðið er laust. Það er engin hversi hljóð, svo leggja þetta undir samþykki bæjarstjórnar sem er samanlega sem samskipti merki. Það er samþykkt 9-0. Fjórða mál á dagskrá, hjúkrunarheimili Eyri viðbygging. Tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1189 sem fór frá 28. febrúar að bæjarstjórn samþykki drög að samstarfssamningi heilbrigðisráðuneytis og Ísafjarðarbæjar stækkun hjúkrunarheimilisins Eyrar. Orðið er laust. Birgir, gjör svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta mál mjakast áfram og nú liggur fyrir þessi samstarfssamningur þetta verkefni sem að hljómar upp á 550 milljónir rúmlega, þannig að hlutur Ísafjarðarbæjar í þeirri upphæð er þá rétt liðlega 80 milljónir. Þessi framkvæmd sem að er viðbygging við núverandi húsnæði, þetta verður þá þegar þetta verður komið í gagnið 1/4 af heildarstærð hjúkrunarheimilisins Eyrar og verður þá byggt með þessum hefðbundna hætti 85% fjármagnaði ríkinu og 15% af sveitarfélaginu. Það er gert ráð fyrir því að verða þetta að byrja framkvæmdir í árslok og árið 2023 verði síðan framkvæmda árið og gert ráð fyrir að í upphafi árs 2024 verði þetta tekið í notkun. Og það var búið að ræða það að framlag Ísafjarðarbæjar kemur ekki til greiðslu fyrr en þá í verklok og það er þá eitthvað sem að þarf að skoða hjá okkur. En ég held að þetta er auðvitað besta mála að fjölga hjúkrunarrýmum á svæðinu og eins og kom fram í frumhönnunarskýrslunni að þá er ekki búið að staðsetja bygginguna endanlega. Það eru 2 staðsetningar sem komið til greina. Annars vegar í átt að hringtorginu og hins vegar að byggja þetta til söðurs sem er svo staðsetning sem að ég held að sé nú frekar
hljómgrunni fyrir hjá okkur. Þannig að við þurfum í rauninni bara að tala fyrir því þá í þessum vinnuhópi sem á að stofna í framhaldinu. En ég held að það sé síðan mikilvægt fyrir okkur að halda því á lofti að þetta orðið dálítið flókið eignarhald þegar að 1/4 af byggingunni verður í eigu meirihluta eigu ríkisins, 3/4 í alfarið eigu bæjarins, að taka samtali við ríkið það hvort að það sé ekki möguleiki að ríkið yfirtæki þessa eign í heild sinni og þar með þessa skuldbindingu sem á henni hvílir, sem er einhverju 1300 milljónir minni mig, en þetta svona í grófum dráttum staðan á málinu. Orðið laust. Þórir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég fagnaði nú bara að þetta sé komið svona langt og sé í vinnslu, ekki vanþörf á fleiri hjúkrunarrýmum hérna á svæðinu. Mér langaði að vekja athygli á því að í þessu frumathugun eru talað 2 staðsetningar. Það eins og Birgir kom inn á til norðurs og til suðurs, þá við Hringtorgið og svo að Sólborg. Við velferðarnefnd ræddum þetta töluvert mikið og sköpuðust góðar umræður þar og við vorum öll sammála það að okkur hugnaðist betur að ef þetta yrði byggt til norðurs, semst í átt að Hringtorginu og var ástæðan sú að það er sem sagt teiknað hreistivöllur þarna frá á þessu stað sem að staðsetning til suðurs og mikið íþróttastarf eldri borgara í bænum fer fram þarna og þeir nota þetta svæði mikið. Það er einnig verið rætt að útsýnið sem að íbúar á Eyri missa ef þetta er byggt til suðurs hugnist ekki fólkinu þar. Þannig að ég legg til að við skoðum það aðeins betur. Ég vil ekki að við förum eitthvað að deilum þetta og þetta stoppi máli eða eitthvað svoleiðis, en að við allavega skoðum þetta aðeins betur og hvað við raunverulega viljum að komi fleira málinu heldur en bara bæjarráð. Annars bara fagna ég þessu og vona að þessi tímalína verði bara veruleika og það verði 2024 komin auka rými með þessari byggingu. Takk. Orðið laust. Arna, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að það megi svo sannarlega fagna þessu skrefi. Þetta skiptir náttúrulega miklu máli og við höfum áður rætt hér langan biðlista fólks eftir hjúkrunarrými og þannig að það er gríðarleg þörf fyrir þessi rými. Og ég vil bara taka undir með Þóri að við látum ekki deilum staðsetningu stoppa verkefnið. Aðalmarkmið er að koma þessum rýmum upp og við höfum kannski skoðanir hvar þið verða og eftir sem skilst á heilbrigðisstofnuninni sem hafa nú frekar talað að byggja til norðurs að þau vilja hafa sér inngang inn í þessa einingu bara upp á COVID-smitt og eitthvað svona. En ég held að við höfum bara að gera eins og Þóri leggur til að það þarf bara að vega og meta alla þessa þætti og en fyrst og fremst að það hægi ekki á verkefninu. Það kemur náttúrulega fram í samstarfssamningnum að þetta sé háð eða gert samningur sem gerði með fyrirvara ákvörðun Alþingis fjárveitingu og fjárlögum og því þarf að fylgja eftir að það verði gert ráð fyrir þessu. Þannig að þá má þarf að ætla að þetta fara inn á fjárlög 2023. Ekki satt, en ég myndi bara vilja bóka undir þessu máli með leyfi forseta. Það er bara að fyrir stækkun hjúkrunarheimilis Eyrar skiptir íbúa Ísafjarðarbæjar afmiklu máli og til þess fallin að taka á sífellt lengri biðlista fólks til þörf fyrir hjúkrunarrými. Þessum áfanga ber að fagna. Samningurinn er gerður með fyrirvörum ákvörðun Alþingis fjárveitingu og fjárlögum og það þurfi að fylgja því eftir að það raungerist. Þannig að við þurfum að passa að þetta fari inn á fjárlög svo þetta gerist. Og það gerir það enginn nema við og
Þetta er okkar íbúar sem umræðir og þannig að við þurfum að fylgja því fast eftir. Já, orðið laust. Varstu búin að senda Arna? Já. Bryndís, þú ert búin að fá þetta, ekki? Það hefur engin kveðið sér hljóðs. Þegar ég lesi bókunum aftur er það ekki bara nokkuð skýrt. Það er ekki bara. Þá legg ég bara þetta undir atkvæðagreiðslu sem er sammála þessu. Nei, ég er að tala um málið. Ég ætla ekki að bóka með bókunum. Ég ætla bara að fá að klára málið. Þeir sem eru sammála þessari málinu, hjúkrunarheimilinu Eyri, viðbyggingu, þess að skilja merki. Það er samþykkt 9-0. Fimmta mál á dagskrá, Fjarðarstræti 20, umsókn um breytingu á deiliskipulagi Eyrarinnar, tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 578 sem fór fram 20. febrúar að bæjarstjórn heimili óverulega breytingu á deiliskipulagi Eyrarinnar vegna lóðarinnar Fjarðarstræti 20 samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Var það laust? Sigurður gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er eins og sem ekki annað hægt en að fagna því að það sé áhugi fyrir að byggja þarna og þörfin sé að komin til að huga að deiliskipulagi vegna þess, en ég verð nú vel að hvetja menn til þess að vanda sig og reyna að horfa aðeins út fyrir reitin og inn í framtíðina. Hvað þarna, það er ekki alveg sama hverju með henda þarna niður, finnst mér. Þetta svæði býður alveg upp á fullt af möguleikum og sjálfsagt ennþá fleiri möguleika ef áformum landfyllingu þarna fyrir framan verða veruleika. En ég held að menn verði aðeins að vanda sig, segi ég, að þetta verði ekki bara einhver hálfgerður bastarður og að þetta verði svona eitthvað sem hægt er að prjóna við, það verði ekki bara eitthvað kassi og svoleiðis. Þannig að ástæða mín upp í pontu núna er að hvetja þá sem taka þetta verkefni að sér að sinna í þokkalega vel. Takk. Já, það er laust. Þannig hefur enginn kveðið sér hljóðs, þá legg ég þetta undir samþykki bæjarstjórnar sem er sammála þessum við sáum að gefa merki. Samþykkt 9-0. 7. mál á dagskrá er ósk um breytingu á aðalskipulagi vegna færslu á Bolungarvík-línu 1. Tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 578 að bæjarstjórn heimili málsmeðferð í samræmi við 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Orðið laust. Sigurður gjörðu svo vel. Forseti, það er alls ekki svo að ég sé eitthvað á móti þessari vinnu sem þarna er í gangi, langt í frá. En mér finnst bara áhugavert að það þurfi að óska eftir aðalskipulagsbreytingu vegna tilfærslu á raflínu á 2,25 km kafla mest 400 metra. Og það leiðir til þess að línan lengist tæpa 200 metra innan Ísafjarðarbæjar.
Já, ok, ég bara finnst ágætt að menn vandi sig og þarna fari alveg að öllu. En svona í samræmi, svona í stóra samhenginu þá held ég að þetta sé nú örugglega svona, held ég að þetta skipti bara ekki neinu máli, sko. En það er greinilegt ekki og bara áfram Landsnet. Áfram Landsnet, já. Orðið laust færslu Bolungarvíkurlínu. Það er ekki hver sem ljós að leggja þetta til samþykki bæjarstjórnar, þess vegna sammála sem við skal gefa merki. Samþykkt 9.0. 7. mál á dagskrá Daltunga 6 Ísafirði umsókn lóð til að frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar sem fór frá 23. febrúar og bæjarstjórn samþykki Ásmundur Ragnar Sveinsson fá lóðina Daltungu 6 Ísafirði samkvæmt umsókn með þeim reglum sem í gildi eru og settar kunnu verða. Lóður sem fellur úr gildi hafi teikningar ekki borist Ísafirði innan 6 mánaða og framkvæmdir ekki hafist innan 12 mánaða frá úthlutun. Orðið laust. Það er engin hver sem hljóðs að leggja þetta til samþykki bæjarstjórnar, þess vegna sammála sem við skal gefa merki. Samþykkt 9.0. 8. mál á dagskrá bæjarráð lög fram kynning fundargerðar bæjarráðs nr. 1188 haldin 21. febrúar. Fundargerð í 5 liðum, orðið laust. Lagt fram til kynningar 9. mál fundur bæjarráðs nr. 1189 haldin 28. febrúar. Fundargerð í 19 liðum, orðið laust. Arna, gjörðu svo vel. Þá getur forseti og bæjarfulltrúar, mér langar að taka upp 2 mál í þessari fundargerð. Það er nú kannski það fyrsta, það er mál nr. 2 og nr. 1 og 2, það er hækkun lífeyrisskuldbindinga. Þar sem við vorum að fá sveran reikning, eða kannski ekki beint reikning, þetta er nú ekki beint peningar, þetta er bara skuldbinding, en þetta er skuldbinding sem er hækkun 380 milljónir króna hjá okkur, sem fellur aðalega á árið 2021 eftir því sem ég skil málið á þeim gögnum sem liggja fyrir. Mér langar nú kannski aðeins að spyrja bæjarstjóra, þurfum við að grípa til einhverja ráðstafana vegna þessa? Við vorum náttúrulega með mikil halla á síðasta ári og þetta leggst væntanlega ofan þá, þetta kemur náttúrulega fram í ársreikningi 2021, en þurfum við að grípa til einhverja ráðstafana? Ég spyr. Þetta er náttúrulega svolítið stórt. Það er ekkert langt síðan að við tókum á okkur B-deildina gegnum brú, það voru 500 milljónir og það var ansi stór biti að kyngja fyrir okkur. Og það var bara árið 2017. Þannig að þetta hvernig virðist engan endi að taka þessar lífeyrisskuldbindingar. Svo er nú annað mál sem ég finnst áhugavert og það er þessi viljayfirlýsing við vestra byggingu fjölnota knattspyrnuhús. Mér var svona kannski að fyrsta áhugavert að vestri hafi ekki verið kallað á fund að því minnisblaðið er nú svona frekar þunnt og mér langar nú kannski aðeins að spyrja bæjarstjóra út í það hvernig þeir ætla sér að gera þetta. Ég ger nú ráð fyrir að þeir hafi fundað með bæjarstjóra knattspyrnufélagið vestri og eru þeir að gera ráð fyrir að byggja knattspyrnuhús fyrir 540 milljónir eins og við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Nú gerðum við náttúrulega ekki ráð fyrir neinu í knattspyrnu í þessari fjárhagsáætlun og skilji þetta rétt að vestri byggir húsið og við leigjum að þeim tíma þannig að við tökum þetta út úr rekstri. Það er svo sem ekki mikið rými í rekstrinum hjá okkur og mér langar svona að heyra í bæjarstjóra hvernig hann sér það fyrir sér. Og svo kannski finnst mér líka áhugavert er að bæjarráð fylgur bæjarstjóra að gera drög að viljayfirlýsingu. Ég hefði hvernig haldið að vestri myndi gera það, en það er kannski einhverjar bara ástæð fyrir því og það væri bara áhugavert að bæjarstjóri myndi gera svo vænna að fylla aðeins inn í þetta minnisblað sem ég fannst svona kannski frekar þunnt. Birgir, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, fyrst varðandi lífeyrisskuldbindinguna að þá eins og kom fram í máli Örnarláru þá var þetta mjög óvænt hækkun og langt umfram það sem við höfum reiknað með. Þetta er náttúrulega reiknuð færsla sem sagt kemur til er sýnd í ársreikningi á rekstrarhliðinni þannig að þetta sem sagt eykur á hallan
sem þessu nefnir. En þetta er reiknufærsla, þannig að útreikningar talnakönnunar á framhaldinu eru að þetta sé í rauninni svona skellur sem við erum að taka á okkur núna, út af því að bæði hafa náttúrulega verið sko mikla launahækkanir sem að tekka inn í þessar lífeyrisgreiðslur, og síðan eru sem sagt aðra reiknireglur varðandi væntan lífaldur þeirra sem að þarna heyra undir, og allt kemur leggst þetta eitt í því að hækka skuldbindinguna, og sem sagt Ísafjarðarbær þarf að gjaldfæra 390 milljónir í ársreikningi síðasta árs, og það kom fram í samantekt Sambands sveitarfélaga að þetta er svona, það eru öll sveitarfélag að lenda í þessu sama, en það bætir ekkit okkar stöðu, en það eru í rauninni allir að taka verulega stóran skell að þessu leyti í rekstrinum á síðasta ári. Útreikningurinn varðandi hækkunina á þessu ári er síðan sko miklu lægri tala heldur en þarna er. Varðandi knatthúsið þá voru þeir búin að koma máli við mig frá vestra, og niðurstaðan var að þeir myndu bara senda inn þetta erindi sem að var tekið fyrir í bæjarráði, og í framhaldinu yrði útbúin viljayfirlýsing sem síðan tekin inn í bæjarstjórn, og það vannst bara ekki tími til þess að gera það fyrir fundin í dag, þannig að það kemur þá bara inn á fundi hjá bæjarstjórn næst. Já, þannig að þeir hafa náttúrulega verið að skoða máli sín megin frá, og semst það er þá verið að tala þennan kostnaðarramma sem að var í fjárhagsáætlun hjá okkur í fyrra, 550 til 600 milljónir, og þannig að þeir þurfa svo bara að sýna fram á það hvernig þeir geta farið að því og fjármagna það, en viljayfirlýsingin er náttúrulega bara bara lýsa sameiginlegum vilja beggja aðala til þess að taka málið áfram og útfæra það, þannig að það er ekki komið endalegri ákvörðun í, þó svo að menn séu sko, og sé vilji beggja aðala til þess að reyna að skoða til hlítar hvort að þetta sé fær leið. Já, orðið laust. Jónas, þú kannski tekur aðeins stjórn. Já, Kristján hefur beðið orðið. Ég ætla aðeins að ræða líka þessar lífeyrisskuldbindingar, því að eins og Arna sagði, þá munum við öll vel eftir skellinu sem við fengum frá Brú á sín tíma. Mér langar að spyrja Birgir, ég skal tala hægt bara Birgir, þú getur klárað. Eru einhverjar umræður innan samtaka íslenska sveitarfélaga hvernig á að bregðast við þessu? Verður þetta á 3 ára fresti bara svona pakki sem við fáum til okkar eftir reiknireglum? Og eru einhverjar líkur á að verði einhverjar viðræður hreinlega við ríkið þennan bélhluta sem að virðist vera sífellt að hækka á okkur sko? Já, ég fel Kristján aftur stjórnfundarins, gjörðu svo vel Kristján. Birgir, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er í rauninni bara dálítið óskrifað blað hvert þetta leiðir okkur, vegna þess að ennþá eru þetta býsna margir einstaklingar sem eru þarna baki og þó nokkuð langur tími eftir af þessum greiðslum, þannig að þetta er svona svolítið óskrifað blað inn í framtíðina og hvaða breytingum þetta tekur. Það hefur vissulega verið rætt hvort að sambandið ætti ekki að taka upp viðræði við ríkið yfirtökuna á þessum skuldbindingum, og ég veit að það var gert í tilviki sjálfseignarstofnana sem eru fjármagnaðar af ríkinu. Þar yfirtók ríkið þessar skuldbindingar, þannig að ég held að það sé leið sem ætti að skoða, því þetta er eiginlega óþolandi að þurfa að eiga yfir höfði sér að fá nokkur 100 milljónir í hausinn óafvitandi. Já. Orðið laust. Það er lagt fram til kynningar fundur hafnarstjórnar númer 229 haldinn 23. febrúar. Þetta gerir 3 liðum, orðið laust.
Lagt fram til kynningar fundur skipulags- og mannvirkjanefndar númer 578 haldinn 23. febrúar. Þetta gerir 13 liðum, orðið er laust. Fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar númer 118 haldinn 22. febrúar. Þetta gerir 4 liðum, orðið er laust. Ranný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla hérna aðeins að fjalla hérna eitt lið í fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar. Það er svo skemmtilegt að við tölum ekki bara um sorp og frárennslislagnir, heldur ýmis önnur mál, og þarna vorum við að ræða virkjunarkosti og hérna ég verð svo sem að játa það að þessi vinna við rammaáætlun er eitthvað sem að ég á mjög örfitt með að halda utanum og skilja, því við erum að tala rammaáætlun 1, 2, 3, 4 og núna er hafin vinna við rammaáætlun 5, en við erum samt bara með samþykkta rammaáætlun frá 2011 og svona fljótt að liti þá er það niðurstaðan að ef það tekur 10, 12, 13 ára að samþykkja rammaáætlun þá er mjög mikilvægt að við höfum þá hreinu hvað við viljum gera, því það er greinilegt að það er ekki svo auðvelt að breyta. Í áfanga 2 í byggðflokki sem var lagður fyrir Alþingi einhvern tímann 2013 ger ég ráð fyrir, eða 11, þá var hérna inni virkjanakostur í Hestfirði og svo á Þverá og Langaströnd, Skúfnavatnavirkjun og Glámuvirkjun. Í þessum áfanga í þessu skjali sem að við lásum fyrir þennan fund, þá var engin virkjanakostur inni á Vestfjörðum og aðeins einn, minnum mig að það ekki rétt, í nýtingaflokki. Og við vildum bara bóka það var 2 í nýtingaflokki, já, takk. Við vildum bara bóka það að það væri mjög mikilvægt að skoða alla þessa virkjanakosti sem eru í umræðinni á Vestfjörðum, þannig að við værum með í umræðinni. Ég veit að Vestfjarðastofa sendi frá sér mjög góða ályktun og gerði það bara núna í vikunni, þar sem að þeir einnig hengdu við hugmyndir Bláma, hugmyndir Orkubús Vestfjarða og annara virkjunarkosti á Vestfjörðum. Og ég held að við verðum bara að halda þessu á lofti, hvar hægt er að virkja á Vestfjörðum, því við þurfum meira rafmagn, það er alveg ljóst. Þannig að bókun okkar í umhverfis- og framkvæmdanefnd, hún lítur að þessu, að við höldum þessum virkjunarkostum öllum opnum og við séum með í umræðinu þegar og ef það verður samþykkt ný rammaáætlun. Takk. Já, orðið er laust. Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti, já ég ætla nú bara að hrósaði mitt nefndinni fyrir nákvæmlega þetta atriði að hafa gripið þennan bolta svona vel og bent á að þarna raforkuöryggi landshlutans er í húfi, er að búa til áætlanir sem að horfa svona langt fram í tímann. Þannig að það er mjög mikilvægt að aðilar haldi vöku sinni. Og náttúrulega við þurfum bara að taka þessa umræðu líka bara hvar eigum við að virkja og hvar ég veit að þarna það sker í eyrun á mörgu fólki að heyra tala virkjun og að það sé bara illa með landið með því og allt þetta því og ég svona sýni því skilning svona upp á vissu marki sko. Því að það er náttúrulega sama fólki sem að finnst alveg ómögulegt að fara rafmagnið í einhvern smá tíma. En við verðum að taka þessa umræðu. Hvar virkjum við og hvernig gerum við það þannig að það hafi sem minnst áhrif og en svona til þess að fara ekki að klappa neinum öfugt hérna þá er eitt af því sem að þarf að ræða í tengslu við ónafngreinda þjóðgarð sem var í umræðu hér fyrir nokkrum mánuðum og hefur ekki heyrst af síðan. Ég hef nú fannst þess að það væri eitthvað ósagt á þetta en ég ætla ekki að segja það eitt meir það. Viltu að ég nefni nafnið á firðinum? Nei, okay.
En orðið er laust. Hún var lagt til kynningar. Fundur velferðarnefndar númer 462, haldinn 17. febrúar, fundargerð í 5 liðum, orðið er laust. Það er lagt fram til kynningar. Ekki fleiri mál á dagskrá fundar. Fundi ég sliti kl. 17:34.